Suðurland FM 963. Já, sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komið á línu núna Eirík Rafael Elví, leikmann Árborg. Það framöndan leikur hjá þeim núna, seinni leikurinn í 8. úrslitum. Góðu bless og sæll Eiríkur. Sæll, gestur minn. Hvernig hefur það? Bara ágætur. Bara ljómandi góður, ég hérna með hesta Jóa undir, það það ekki svona lagið ykkar? Ég fæ gæsa á eigin skiptum hér. Já. Það bara hannig. Herðu, Árborgarliðið, þeir eru núna að berjast það ekki að fara að komast upp deild? Jú, nú það bara að duga að drefast. Já. Og já, þið spiluðu núna á laugardaginn, já, sama dag og bikarúrslitaleikurinn var. Akkurat. Og já, hvernig endaði sá leikur? 1-1. 1-1. Já. Og við áttum að klára þetta í fyrra hálfleik. En svo koma þeir bara sterkir inn í seinni hálfleikin og við náum ekki alveg að leysa og svo fáum við rautt spjald og víti. 2 refsing. Já. Þannig að þetta lið, Vangi Júpiter sem þið eigið þarna við, hvaða lið þetta eiginlega? Þetta eru svona samblanda Reykjavíkurstrákum og Fjölnisstrákum. Og það eru nokkri sem var að spila með Ægi og eitthvað svona. Já. Þetta mjög gott lið, sko. Já. Það ekkert að setja út á þá, sko. En seinni leikurinn við þá núna á morgun og þið spilið þá það ekki, já, útileik? Jú, hann 5:30 á aðalvelli Fjölnis. Já, og þannig að það verður að fjölmenna og styðja ykkur til sigurs þarna? Já, klálega. Bara við viljum sjá alla Árborgara þar. Já, nákvæmlega. En Árborgarliðið sjálft, já, þið eru búin að vera nokkuð stöðir í sumar í topparáttunni? Já, þetta sem sagt annað árið sem við erum með sama kjarnan. Og í fyrra voru við svolítið ströggla með að ná spili, sko, en núna þetta svona klikkaði saman. Já. Eftir mikla ræfingar, þetta stjórn Guðjón þjálfara í vikur. Leiðilega taktískar ræfingar í -10 gráðum og svona. Þannig að hann búinn að endalaust og svona. Þannig að hann búinn að pína ykkur vel áfram þarna þjálfarinn ykkur. Já, klálega, og við erum virkilega búin að hafa fyrir þessu að vera komin það sem við erum í dag, sko. Nú það bara að klára þetta verkefni og svo tökum við bara næsta verkefni eftir það, þannig að þetta ekkert grín að komast upp úr þessi deild. Nei, já, náttúrulega liðin úr hinu riðlunum, svona, já, það náttúrulega það ekki allt annað svona kaliber, má segja, þú veist, þið eru búin að spila við ákveði liði í allt sumar og svo kemur, já, kannski allt öðru þessi leikur eða ekki þegar komið inn í úrslitakeppni. Jú, klálega, þetta náttúrulega bara, þetta eru 8 bara eiginlega jafnsterk lið, finnst mér, persónulega, og svo þetta bara hver vill meira, eða hvernig, svona það en það rosalega mikill munur á liðunum í þessari deild, sérstaklega, sko, alltaf svona neðstu 2 sem bara eigi ekki að vera þarna, sko, og svo eru svona miðlungsliðin sem geta verið að stela stigum, og svo þessi toppið sem eru bara að vinna alla leiki, sko. Og þau eru núna að hittast í úrslitakeppni. Þið, já, voru heldur betur svona, já, það var heilt ykkur mikið á fótboltamiðlunum í sumar fyrir góða háttvísi í einu leik, það sem svona eina tapleik ykkar í sumar. Já, við svo töpuðum öðrum, þannig að það voru 2 sem við töpuðum. En já, það var rosalegt moment, allt koll að keyra á loka mínútum. Já. Hvað gerðu þið svona fyrir hlustandar sem veit ekki hvað við erum að ræða? Staðan er 1-0 fyrir þeim. Og við erum búin að pressa hátt á það og svo meiðist þess að við verðum klafs í tegnum og meiðist eitt hjá þeim. Hann liggur eftir og meðan þá erum við hálft lið okkur sér það ekki og er að bakka og snýr sér að burt frá boltanum eða sér ekki boltan. Og markmaðurinn þeirra grípir boltanum út af og bakkurinn okkar grítur hún bara inn í box, bara strax og það kemur Hartmann Antonsson á fyrstökin og skellir hún sláinn inn og við byrjum að fagna, eða svona flestir byrja að fagna, menn hinn sko að gjörsamlega sauð upp úr á vellinu og við ákveðum í sammenningu liðið að gefa þeim bara markið. Það voru nokkri sem voru að fella hann á leiðinni í markið, sko, en það er hennu það. En þetta var eina sem var hægt í stöðunni. Það var bara þannig. Það var ekkert að vinna eða jafna á svona markið, sko.
Nei, það hefði ekki verið skemmtilegt allavega. Nei, maður vill ekki vera að spila í liði sem gerir það, sko. Já, okay. En stemningin í Árborg, hún alltaf virkilega góð, þetta svolítið þéttu kjarni það ekki, og maður sá það í kringum eins og sumar á Selfossi hátíðina sem við voru að halda, já þetta alveg ekki bara leikmenn heldur bara allir í kringum þetta lið. Ja, þetta rosalega flottu klúbbur og það ástæðan fyrir maður að spila með honum, það allt frábært, það sjúkrað þjálfarar, það styrta þjálfarar, það þjálfarar og svo erum við með 25 manna leikmannahóp sem ég geti farið í bíó einn með öllum, sko. Þetta bara svo þétt, sko, og klefastæði mínu frábær og allt bara frábært í kringum þetta. Nú þurfum við bara að delivera á vellinum. Komið á okkur leikmennu núna að lega Gauja bara að setjast á bekkinn og þegja og við klárum þetta. Já, nákvæmlega. En já, svona einu öðru, þið eru búin að vera nú helgina, þá eru þið að hjálpa líka öðrum, þið eru með svona sektarsjóð og fleira og ég sá að þið eru að reyna að styrkja ágæti starfsemi á Selfossi. Já, við ákveðum að gera þetta, Eiki Sigmar sem er búin að duðlega að hjálpa okkur í hann yfirmaður ég veit nú hvað þetta heitir, þetta ekki Kotið, þetta heitir Kotið. Jú, Kotið. Og við ákveðum bara að leggja þetta smá til og hjálpa honum í þessu verkefni. Og það söfnuðist þarna, held ég, 70 skall og vonandi verður það meira. Já, og þeir eru þarna safnaði það ekki fyrir svona lazyboy stól fyrir krakkarna sem eru þarna einmitt í frístundaklúbbnum þarna í Kotinu. Þetta bara frábært að vera partur af þessu og við munum gera meira svona í framtíðinu og við finnst gaman að styrkja og svona. Og þetta bara svona stefna klúbbsins að vera bara flottir í svolítið. Leikurinn á morgun 5:30 og að gera fyrir alla sem eru kannski að vinna til 6 að bara hætta fyrir vinnunum á morgun. Akkurat. Þau eru að skreppa til læknis í bænum. Akkurat. Vangi Júpiters, Árborg 5:30 á morgun, rétt í lokin áður en ég sleppir. Eiríkur, þú ert góðvinur Viðar Örn Kjartanssonar landsliðs framherja. Já, hann vill meina það. Já, hann vill meina það, já. Hvernig svona hefur hann það svona fyrir núna landsleikinn? Herri, ég heyri honum á hann. Já. Hann bara slaka á hótelherbyggju, það var gott. Hann og Jón Daði saman. Já. Þeir eru saman hann herbyggisspyrðarnir. Nákvæmlega. Og þú væntanlega bíður alltaf spenntur eftir að sjá hann bara inn á? Já, klárlega. Þetta minn maður. Hefur verið frá 5 ára aldri, þannig að ég held alltaf svona aðeins meira með honum. Já, og hann náttúrulega hefur margoft sagt að hefðu þú haldið áfram að vera landsliðsmaður. Eru ykkur fleiri úr þessum aldurshópi sem væri landsliðsmenn í dag, hefðu þeir lagt 150% metnað í knattspyrnuna og ekki beðist? Já, klárlega, það eru nokkrir þarna. Já. Það er gullfóturinn Guðmundur Sigurðsson til dæmis. Það er vinnuhesturinn Arnar Freyr Óskarsson, það er litli Dolli minn, hann nú oft verið, hann hefði kannski ekki farið í landslið, hann endaði kannski aðeins ofar en í dag. Ég vil ekki að gefa honum alveg landslýsæti. Nei. Því að ég kenndi honum svona flestum að kann og ég hef aldrei komast í landslýsæti, þetta er bara eitthvað að kjafta í honum viðarum mínu. Þannig að það er bara einn ára góðum. Já, nákvæmlega. Eiríkur Rafael Elvi, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi sem allra best og við endum þetta sjálfsögðu með Hesta Jóa laginu. Takk kærlega fyrir að gæstu. Bestu þakkir.